Viska til frelsis, 17. kafli, hin sanna velgengni. Velgengni lífsins mæld í andlegum þroska og hækkandi meðvitund, en ekki í veraldlegum hlutum sem fengnir eru tímabundið að láni á meðan sálin dvelur í líkamanum. Öllum veraldlegum hlutum sem þú hefur afnot af skilað þegar sálin yfirgefið hið jarðneska svið. Tókst þér að vinna úr þeim verkefnum í lífinu sem sálin setti sér áður en hún kom til jarðarinnar. Þetta einnig mælikvarði í velgengni í lífinu. Andlegu þroski og hækkandi meðvitund eru fjársjóðurinn í hjarta þínu og hann getur enginn tekið frá þér né stolið. Hann fylgir þér hver sem þú ferð og fylgir þér einnig þegar sálin yfirgefur líkamann að lífi loknu. Það getur verið eitt af lífsverkefnum sálarinnar að upplifa ríkidæmi og vellistingar og ekkert rangt við það og það hluti af þroskaferlinu. Að taka aldrei meira til sín en þú hefur not fyrir dygð og merki þroska. Sá sem gráðugur og óttast að upplifa skort tekur meira til sín en not eru fyrir og sá hinn sami lifir í andstöðu við alheimsorkuna og upplifir sjaldan sanna hamingju í lífinu. Hann lifir í stöðugum ótta og þjáist af kvíða. Hann kvíðir því að tapa því sem hann hefur dregið að sér og hann mun upplifa skort. Þetta blekking og rangur hugaburður sem leiðir af sér þjáningar og vanlíðan. Sá sem safnar auðæfum sínum í hjarta sitt ávallt þakklátur og hamingjusamur og óttast ekki að missa það sem hann hefur. Því enginn getur tekið það frá honum. Hann þakklátur og upplifir aldrei skort af neinu tagi. Hinn sönnu auðæfi eru kærleikurinn í hjartanu og að læra að njóta lífsins í hverju augnabliki, hvort sem það í leik eða starfi. Því meira sem þú gefur, því meira muntu öðlast. Leyfðu öðrum að njóta þess kærleika sem þú upplifir. Gefðu með þér og þér verður gefið. Sá ríki og gráði öðlast fyrst hamingju og kærleika þegar hann lætur af græðginni og byrjar að gefa með sér. Trúðu ávallt og treystu og þú munt aldrei upplifa skort af neinu tagi og svo mun verða. Sá sem meðvitaður sjálfan sig og lærir að styrkja innsæi sitt mun finna lífsverkefnið sem hann kom til jarðarinnar til að leysa. Þetta skýrt dæmi velgengni í lífinu. Sá sem hefur lært að vera kærleiksríkur, hjálpsamur og umburðarlyndur hefur náð langt í lífinu.